I would like to also welcome our dear visitors who have joined us, Reykjavik SDU Church today. Ég langar til að bjóða alla þá velkomni sem eru komnir hér núna aftur í Reykjavík kirkjuna. We have some visitors from Canada. Can you give us a wave here from Canada? Gesti frá Kanada. Okay, no. No one? Okay, from North America? Frá Norður-Ameríku. Anyone from North America? Okay, anyone from Switzerland? Switzerland, yes. They are giving us a wave. Okay. Oh, nice to meet you. Velkomin. Já. Nice to meet you. Gott að sjá ykkur. You are welcome. Hjartanlega velkomin. Hope to see you again. Og vona að sjá ykkur aftur. Okay. We have some announcements Svo eru here. nokkrar tilkynningar. We have a store in the basement. Við erum með netjaverslun í kjallaranum. Okay, so in case you need anything, you can just dash in there and you'll be served. Svo það ef ykkur vantar eitthvað, þá bara farið þar og það allt til reiðu þar niðri. Okay, so we are, as we all know, we are celebrating 120 years. Og þið vitið að við erum að halda upp á 100 ára afmæli kirkjunar og 120 ára afmæli safnaðarins. Of the church existence and the church building. Og það þetta kirkjuhúsið hér 100 ára. And so there are some works that need to be done here and around. Svo ýmislegt sem þarf að gera ditta að húsinu. And so we are entreating and inviting each and every person, if you have time, you come and support this ministry. Svo þið eru all hjartanlega velkomin að koma og hjálpa okkur við að lagfæra húsið. And also we have a children craft technology club here. Svo erum líka með föndurstofu hérna inn við hliðina á. So the children can pass through for this technological knowledge. Það eru úkraínsk hjón sem sjá það að vera með föndur hér, svona tækniföndur. It is always good they learn a craft. Og það gott að þau læra að föndra. Right, so we shall sing our hymn. Syngjum sálminn okkar. Great is thy faithfulness. Það sálmur nummer Is it number what? 70. Yeah. Please. Yes, please. There's only one then. No. I have one more announcement Það for the ein church tilkynning í body. viðbót sem ég þarf að koma með. Brother Oleg, Það bróðir Oleg. maybe you can come down here. Kannski kemur hérna niður og sýnir þig. So you have seen him around since last autumn. Þið séð hann hafa verið hér í kringum okkur alveg fram frá síðastlinu hausti. So he comes to this church maybe more often than I do. Og hann kemur oft í þessa kirkju, kannski oftar heldur en það sem ég eða Ivo gerir. So Oleg has been working since last autumn with the Ukrainian group. Og hann verið að vinna með úkraínska hópnum alveg frá síðastla hausti. So Oleg has started loving us so much Og hann farið að elska okkur svo mikið that he has wanted to transfer his membership að hann to langaði our að church in færa Reykjavik. safnaðarbréfið sitt hingað til Reykjavíkur. And we're kind of happy about that. Og við erum mjög hamingjusami við því. So last or 2 weeks ago we announced that. Svo fyrir 2 vikum þá lásum við upp tilkynninguna að hann var að færa bréfið sitt. So today I have the privilege to ask from all members in Reykjavik Church Og nú langar við til þess að bjóða ykkur sem sitji hér í dag that í Reykjavíkursöfnuðinum to show your to vote to accept Oleg as a member in Reykjavik Church. að sýna það með uppréttri hendi hvort að þið viljið taka við honum sem safnaðarmeðlim. Thank you. Takk hennilega. Thank you and welcome, and we'll Hjartans continue þakkir working og together. velkomin í Oleg. So we will sing the hymn number 70. Nú Great is syngjum thy við faithfulness. sálmum 70. Great
Dear Father in heaven, we are singing about you and we bring our praise to you and we bring ourselves to you today. And we ask you to be among us when we do this, when we listen to your word, when we ask you to speak into our lives. And I pray that we may understand what is it where you want to take us further, and how you want to encourage us, how you want to lift us up, how you want to give us new faith. We pray for ourselves, we pray for everybody who is joining in online today and following, and I pray for all their homes and families. I pray that in Jesus' name, amen. God entreats us to be good stewards. Guð hefur boðið okkur að vera góðir ráðsmenn And in support of this, og til þess að styðja við þetta, the church has provided an avenue at the foyer, 2 Oh. boxes, þá kirkjan býður upp á hér tvo kassa hérna í andirinu for tithes and offering. fyrir tíund og gjafir, So you can drop it in when you are stepping out. svo þið getið þá bara stungið því ofan í kassan þegar á leiðinu út. And then we also have an electronic machine over there, Svo líka posi sem við getum notað, so that you can humbly also send it through that, and then the church will receive it. svo það getur farið í rafrænt. And your Okay. Father in heaven will bless you. Og Guð á himni mun blessa ykkur. Shall we pray? Viðjum. Dear God, Himneski Faðir, thank you so much for this opportunity. þakkum þér fyrir tækifæri sem við höfum. Bless the work of our hands, Blessa þú vinnu og verk handa okkar, so that we can give to support þannig að við getum stutt við starf þitt, your missions. við starf þitt. Bless each and every one here, Blessaðu sérhvert hér, Drottinn, and minister to us in spirit. og vilt þú leið okkur og þjóna í andan, fyrir Mm. andan. In Jesus' name, Í Jesu nafni. amen. Amen. So we will sing another hymn, number 28. Þá syngjum við aftur næsta tónleik 28. Amen.
So the scripture reading for today's service, I am going to do the English version in Matthew chapter 6 verse 21. Matteus Guðspjall, 7. kapli, 5. kapli og 7. vers, og við skulum rísa á fætur, And Brother John will do the Icelandic version. og það mun vera að lesa það á ensku hér, og svo mun Jón lesa það á íslensku. Ritningalesturinn er Matteus Guðspjalli 7. kapla 21. versi. Því hvar sem fjásjóðin þar mun og hjarta þitt vera. The English, for where your treasure is, there your heart will be also. Shall we pray? Everlasting Father in heaven, we invite you to minister to our hearts and souls this day. Put your word in the speaker's mouth and minister to us. Bless each and every person who is seated here to listen to your word. Let your Holy Spirit hover around and bless us. Shower your blessings on us in Jesus' mighty name. Amen. So God being so good, we have Reykjavik choir, and they are going to do us the honor. They are going to sing, even though they are only 4. Það ætlar Reykjavík kórinn að syngja, það eru bara 4, það er kvartett, en þau ætlar að koma að syngja fyrir okkur núna. Dear church, the song is in the English hymnal. Sálmurinn sem við ætlum að syngja á ensku sálmabókinni, Number 34. númer 34, And it says that, wake the song of joy and gladness. og það talar söng í fögnuði og gleði. Let us put our burdens away. Við skulum bara And wake, fjarlægja alla byrðir okkar, and wake the song of victory. og svo að syngja söng sigursöngin. Thank you. Please enjoy. Gladness, fill the room, your love.
want to believe. If I asked you a question, Ég legði spurningu fyrir ykkur. what shapes your life the most? Hvað það sem mótar og myndar líf ykkar einna helst? Then what would you say? Hvað myndu þið segja? Sorry? Setbacks. Oh yeah, that's what we were talking about today. Eitthvað sem traust og örugt. Many people answer this question saying that my decisions and my thoughts, Og það margir sem svara þessar spurningum með að segja að það eru ákvarðanir mínar, það eru hugsanirnar my beliefs, og bara trúin. okay. Og Helgi segir, amma mín. But there is something worth noticing. En það eitt sem þurfum að leggja aðtuga sérstaklega. Psychologists and behavioral researchers have observed Að sálfræðingar hafa aðtuga þetta eftirfarandi. that only a very small part of what we say and do every day is conscious. Að bara mjög lítið af því sem við segjum og hugsum daglega eitthvað sem virkilega í huga okkar Or so to say, fully conscious. eða þannig að það sé fullkomlega meðvitað. So roughly they say about 5 to 10%. Að segja það sé bara 5-10%. So which means that most of our life is not really constantly thought out decisions. Svo það kannski rétt á að megnið af líf okkar ekki eitthvað sem við að hugsa gaumgæfilega í gegn. It is habits, Það er hefðir our routines, eða það eru or our routines and eða það bara eitthvað sem við gerum rútínulega our automatic responses to situations. eða bara eðlislega viðbrögð, sjálfkrafa viðbrögð við hlutum. So think about your morning. Og hugsið morgnana ykkar. So you wake up in the morning. Þið vakna á morgnana Do you think, I do now this, I do now that? og hugsið í gegn, nú ég að gera þetta, nú ætla ég að gera hitt. Before you have decided anything, Áður en að þú búin að ákveða eitthvað sérstaklega, you have already done things that you do every morning. að þá ertu eiginlega búin að gera það sem þú gerir venjulega. And you don't debate it, Þú ræðir það ekki sérstaklega, you don't analyze it, þú ert ekki að skoða það í kjölinn, you just do it. þú bara framkvæmir þetta. And when you drive to work, if you drive, Og ef þú keyrir í vinnuna, ef þú ert á bíl, you don't think about turnings, þá ertu ekki að pæla í hver þú átt að beygja, you don't think about how you hold the steering wheel. eða hvernig þú heldur stýrið. It's just, it is obvious. Það bara einfalt. It's not built on your decisions. Það ekki eitthvað byggt á einhverjum sérstökum ákvörðunum sem þú tekur. It's like a path in the grass. Það bara eins og svona vegur í grasinu. It doesn't appear there at once. Að það kemur ekki í ljós alveg strax þessi gata sem í grasinu. It forms there because someone walks there again and again. Það myndast og mótast af því að það eitthvað sem gengur þar stöðulega alltaf. And after a while it becomes an obvious way to go. Og svo með tímanum þá verður þetta bara auðveld leið og blátt áfram So að you ganga þar. probably you have all heard this saying that I think, it means I am. Og þú kannski heyrt þetta sagt, ég hugsa, þess vegna ég. Yeah, it actually comes from a French philosopher. Það Descartes. kemur í raun upprunalega frá frönskum heimspekingi. Yeah, he said that, Descartes, já. and he made the Western people think that life is based on logic,
Og hann kom því til leiðar að fólk fór að hugsa að í evrópskri hugsun að það sé gert á rökhugsun and logic and reason. og rökhugsun. And but what if it's not quite how things are? En ef að það nú ekki alveg tilfelli, hvað þá? What if it is closer to this? I love, therefore I live the way I do. Ef þetta væri nú réttar að segja ég elska og þess vegna lifi ég lífinu eins og ég geri það. Because people are driven by what they love. Því að fólk það bara leiðist af því sem það elskar. So Jesus calls it treasure. Jesus talar þetta sem fjársjóð. And so we read from Matthew 6:21 today. Og við lásum fyrir Mattheusar Guðspjalli 21. versi hérna áðan. So what did he say? Og hvað sagði hann? He said, for where your treasure is, there your heart will be also. Því að hvar sem fjársjóðin þar mun og hjarta þitt vera. Maybe it sounds very obvious to you, Kannski þetta bara augljóst í þínum augum. but only when you notice the direction in this saying. En bara ef að þú skoðar hvert þetta leiðir. We would expect him to say, Við getum búist við því að hann segi, where your heart is, hvar sem hjarta þitt your treasure will follow. þar mun fjársjóðurinn elta á eftir. But that's what we would intuitively think. Það myndum við halda bara svona eðlilega að þetta veri raunin. Because that's how we like to think about ourselves as Því að well. þannig það sem við hugsum okkur sjálf. That where our, heart is, we put our treasure too. Því að það sem hjarta okkar þar setjum við fjársjóðun, komum við fjársjóðunum fyrir líka. That if you love something, that's where you put your money as well. Ef þú elskar eitthvað, þar sem þú leggur féði, peningin. We feel strongly about something, Við höfum einhverja sterkar tilfinningar gagnvart einhverju and then we act on it. og svo framkvæmum við í samræmi við það. But do you see that Jesus is actually saying it exactly the other way around? Þið sjáðu að Jesús að snúa þessu alveg þveröfugt. He says, where your treasure is, Hann segir það sem fjársjóðin there your heart will be. þar mun hjarta þitt vera. It doesn't say that your love determines your life. Að það segir ekki að það sé ástin eða kærleikur sem ákverði líf þitt. But he says that your life determines your love. Heldur að frekar að líf þitt það ákveði ástina eða kærleika þinn. Which means that the heart is not simply the starting point, Að það kemur í ljósa þá að hjartað ekki byrjunarreiturinn, but heart is being shaped. heldur að hjartað mótast It is being carried, og það dregið áfram, or it is being drawn. dregið. So the direction of a life is not flowing out of heart. Svo að stefna lífsins ekki eitthvað sem flæðir út frá hjartanu. So it is like, as we said, with the path. Að það eins og þessi göngustígur sem við tölum And what you return to the same path, Þegar þú kemur aftur að þessu sama götu, tróðningi, and the path becomes deeper and deeper. og tróðningum verður dýpri og dýpri. And it starts guiding you. Og það byrjar að leiða þig og stjórna lífinu. In the end, you are not making the path is making you. Og í lokum þá þú ekki að búa til þessa gönguleið, heldur gönguleiðin að stjórna þér. So what Jesus is saying, Það sem Jesús segir your life follows what you treat as your treasure. Að lífið þitt fylgir því sem fjársjóðurinn. So your heart follows your life. Svo að hjarta þitt fylgir lífið þínu. And that is not just a poetry, poetic thought. Og þetta ekki bara svona skáldleg hugsun. Jesus is describing how human life actually works. Jesús að lýsa því hvernig mannlífið í raun formast. So let that settle. Og látum þetta svona aðeins
setjast í huga okkar. Treasure is not simply what you own. Fjársjóður ekki í raun bara það sem þú átt. Treasure is something that you consider worth having, a goal. Heldur fjársjóður eitthvað sem þú lítur á sem eitthvað þess virði að eignast. It's something that you come back to, Og það eitthvað sem þú endurtekur kemur að aftur og aftur. what you invest in, Og það sem þú fjárfestir í. what you organize your life Og around. það sem þú skipuleggur líf þitt umhverfis. So, if you think about this question, Svo ef þú hugsaður þessa spurningu, what makes your life enough or Hvað- good? hvað það sem gerir líf þitt þess virði að lifa og gott? And Jesus says, Og Jesus segir, whatever that is, hvað sem það nú your heart will arrive there. að þá mun hjarta þitt koma þar að þessu máli. We can take something simple. Við getum tekið eitthvað sem bara einfalt. Let's say you invest in a house, Til dæmis að þú fjárfestir í eign. and suddenly Og allt í einu, you start caring about property value ferð þú að pæla í fasteignaverðu. or something that happens in your neighborhood. Eða eitthvað sem að gerast í nágrannahúsinu þínum. The house did not receive your money only. Og húsið, það tekur ekki við fjármagninum eingöngu. It received your attention Heldur líka athygli þína and your concern og bara áhyggjur or your heart. og hjarta þitt. Or it is appropriate to talk about football these days. Og það þess virði að tala About football. tala Football. fótbolta, knattspyrnu í dag. Yeah, not something about food. Yeah, Við erum food. ekki að tala mat, við erum að tala fótbolta. So let's say you begin following a football club. Og sjáðu þið byrjuð að fylgja og hafa áhuga á í sérstöku fótboltaliði. First, it may be a casual interest, occasional. Stundum getur það bara verið tímabundið eða bara nokkur atriði eða nokkur tímabil. But over time, En með tímanum, everything matters to you regarding this club. en þegar framlíða stundir þá hefur þessi fótboltaliðið gríðarlega mikil áhrif á þig. Their losses affect you. Og ef að þið tapa, Their wins Þá make hefur- you happy. þá hefur það áhrif á þig líka. Ef þið vinna, þá það eitthvað sem hefur mikil áhrif á þig. And yesterday I read about a sports journalist. Og ég las íþróttafréttamann í gær. And she said that when a player in the club that she fans died, Að hún sagði að ef að einhver í liðinu hennar sem hún hefur áhuga á deyr, so she cried and cried for hours. þá byrjar hún að gráta alveg tímanum saman. So something has shifted, Að það eitthvað sem að breytast. not by command, Ekki vegna þess einhverju skipun, but by involvement. heldur í þáttöku. So you see that your heart has followed your investment. Og þá sérðu að hjarta þitt fylgir ykkur í fjárfestingu sem þú hefur lagt í. So step by step, Svo að lið fyrir lið, skref fyrir skref, walking the same path, með því að ganga sama tróðningin, and this path starts to draw you in. og þá það að þessi tróðningu byrjar að draga þig áfram. So returning to where we began, Svo að til þess að komast að því sem við byrjuðum, so it's patterns, að það þessi reglur repetition, og endurtekning, daily life. daglegt líf, So these small things what we do regularly, og þessi smámunir sem við gerum að staðaldri, what we do, what we give our time to, og það sem við leggjum tíma okkar í, or what we return to when we are under pressure. eða það sem við komum að aftur og aftur ef við erum undir einhvern þrýstingi. These things that give us comfort. Það sem gefur okkur þægindi. What gives you comfort? Hvað það sem gefur okkur þægindi? What occupies your attention? Hvað það sem dregur athygli ykkar?
And they are not just actions. Þetta ekki bara einhverju athafnir, They are placements for our treasure. heldur þetta eitthvað sem við erum að leggja áherslu á í tengslum við fjársjóð okkar. They are the steps that form our path. Að þetta eru þeir skref sem móta vegslóðan okkar. And according to Jesus, Og í samkvæmt Jesú, where these little things are, þá eru þessi smámunir sem við erum að taka þátt í, our heart is also going there. að þá dregur það hjarta okkar þangað líka. There is a story in Genesis Það 13 saga í fyrstu Mósebók about Abraham and Lot. Abraham og Lot. And Abraham and Lot, they have been traveling together. Og þeir voru saman, þessi Abraham og Lot. And Abraham and Lot, they have big families, big flocks. Og þeir höfðu mikið fjö og stóra fjölskyldu. And their families and their flocks have become too large. Og þeir urðu of fjölmenn, bæði fólkið og umfram allt fjöð. So the land is not enough for them. Svo að það verður ekki landrými fyrir báða aðila. So they decide that they have to separate, Svo þeir ákveða að þeir fara hver í sína átt to go different ways. og fara á mismunandi staði. So Abraham gives Lot the choice. Og Abraham gefur Lot tækifæri til þess að velja. He says, if you go there, I will go there. Ef þú ferð þarna, þá skal ég fara í hinn áttina. And the story tells us something very simple. Og sagan segir okkur eitthvað mjög merkilegt. So Lot in the story, Og Lot í sögunni, he looks up. It says he looks up. og hann horfir yfir svæðið. And he sees the valley of Jordan. Og hann horfir á Jordandalinn. And, it is well watered because there is this river flowing. Og þar er góð áveita, vatni rennur þar. It's like a garden. Það er bara eins og garður, Edengarðurinn. So, and there is, this cities, beautiful cities there. Og þar eru fagrar borgir, merkilegar borgir. So it says that Lot chooses Jordan Valley and Sodom area. Og svo það stendur að Lot hann ákveður að fara að þessum dal og Jordandal og borginni Sodoma. No drama in this story. Það er ekkert mikið að vera þarna í þessari sögu. No conflict here. Það er ekki neinn átök, Just a choice. bara val sem er tekið. And seemingly a good choice. Og það virðist vera gott val. But then the story adds a very small detail. En svo kemur fram í sögunni hérna smáatriði. He says that Lot settled near Sodom. Að það stendur að Lot hann byggði sitt hús nálagt Sódomborg. And the story adds very quietly a detail as well. Og svo kemur hér enn eitt smáatriði bætt við. And it says that, the people of Sodom were deeply corrupt. Og það kemur í ljós og var talað að fólki í Sódómu var mjög spillt. And as the story continues, Og þegar sagan heldur áfram, then the story says he's no longer near Sodom, as it said in the og beginning. það kemur í ljós að Lot er ekki bara nálagt Sódómu, hann er komin inn í Sódómu. Yeah, so he lives in it. Hann er í borginni. And he moved to that direction, Og hann fer í þá áttina, like step by step. skref fyrir skref. And his life followed it. Og líf hans fylgir honum. And later in the story is this moment when they are led out of the city. Og svo kemur seinna í sögun þar sem þeir verið að leiða þau út úr borginni. And when they are told, don't look back. Og það er sagt við þau ekki snúa og horfa tilbaka. Looking back is a very small movement. Þetta er bara lítið atriði það að snúa sig við og horfa tilbaka. It's like turning your head only. Það er bara rétt að snúa höfðinu. And but this small movement reveals something. En þessi litla hreyfing, hún kemur eitthvað mjög skýrt í ljós þar. And it says that Lot's wife looked back. Og það segir að konan hans Lot, hún hafi snúið höfðinu. Revealing that she was running away
að það ekki eiginlega segir að hún var eiginlega í það veginn að flýja. but her heart stayed behind. En hjartað hennar var enn til staðar í Sódóma. Because attachment is not always visible. Og það að tengsl við eitthvað ekki alltaf sýnileg. It becomes visible when we try to leave. Að það verður augljóst þegar við ákveðum að fara. When something begins to pull back. Þegar eitthvað byrjar að toga okkur tilbaka. When, letting go becomes harder than we expected. Þegar eitthvað verður að fara burt, verður erfiðara heldur við höfum búist við. And at that moment we may realize Og þá í augnabliki þá gerum okkur grein fyrir that what we have been living around with að gerum okkur grein fyrir að það sem við höfum verið að búa við has started living in us. hefur byrjað að hreiðra sig í okkur. And the same pattern appears again in a different story in the Bible. Og samu tengsl koma frem í annarri sögu í Biblíunni. And one on the night when Jesus was arrested. Að það á kvöldinu þegar Jesús var tekinn höndum. And there is a little story within the big stories about Peter. Og það lítil saga hér innan stóru sögunar Pétur. And when Jesus is arrested, Og þegar Jesús var tekinn höndum, it says that Peter followed Jesus from afar, og from a þá distance. það að það segir að Pétur fylgdi Jesú bara í fjarlægð. And then a little later, Og seinna aðeins, Peter is sitting by a fire. og þá situr Pétur og þarna í kringum eldin. He is warming himself, Hann að hlýja sér and he is among other people there. og hann með öðrum þarna. And then, the next moment, Og seinna aðeins síðar, he's already denying Jesus, þá hann byrjar að afneita Jesú saying that he never knew him. og segir, ég þekkti þig aldrei. There is one moment where everything changes. Að það þarna eitt augnablik þar sem allt breytist. First, it's a distance. En fyrir það fyrsta þá það þessi fjarlægð, When it's the place where he is, og þá það staðurinn þar sem hann and all his people around him. og það þessi staður þar sem allir í kringum hann. So step by step, Og skref fyrir skref, it shapes him það mótar Pétur and him who he is at that moment. og þann sem hann á því augnabliki. And this is what makes it unsettling, Og það þetta sem gerir þetta að maður verður óöruggur. because this what happens to Peter Því að það sem gerist hjá Pétri, just got stuck. His story does not begin with rejection. að sagan hefst ekki með afneituninni. It doesn't start with Peter saying, "Oh, I'm going to deny Jesus." Pétur kemur ekki fram og segir að ég ætla núna að afneita honum. It first starts with the distance, Að það hefst með þessari fjarlægð. and then it starts with a different place Og þá byrjar með einhverjum allt öðrum stað and slightly different people. og aðeins öðruvísi og öðrum fólki. And over time, something that is unfamiliar to us Og með tímanum eitthvað sem óþekkt fyrir okkur can become familiar getur orðið bara eitthvað sem við þekkjum vel and normal. og eðlilegt. And what was normal before will become distant. Og það sem var eðlilegt áður verður nú eitthvað fjarlægt. So the path we are walking, Svo að þessi slóði sem við göngum á, it doesn't just, show where we were in the past. að það segir okkur ekki og sýnir okkur ekki bara það sem við vorum áður, It shows where we are going. það lýsir því og sýnir hvert við erum að fara hér og nú. And when we do our little things every day, Og þegar við gerum smá hlutina á hverjum degi, there is nothing dramatic every day. að þá ekkert eitthvað stórkostlegt, stórvægilegt sem að gerast á hverjum degi. Things in our life that shape us
hlutirnir í lífinu sem móta okkur And most often they are not some big dramatic decisions in our life. ekki oftast einhverjir stórfenglegar viðburðir og ákvarðanir sem við erum að taka. That, we decide that this is what I love most. Það sem við ákveðum að þetta er það sem ég elska mest af öllu. It happens differently. Það gerist á annan hátt. We return to something again and again. Við endurtökum hluti og förum að sömu hlutunum aftur og aftur og aftur. Little time, little attention, Lítill tími og kannski lítil athygli and then little more, og svo verður það meira. like walking a path. Eins og það að ganga þennan slóða. And at some point it's not a decision anymore, Og að einhverjum leiti og einhverjum tímapunkti þá er þetta ekki ákvörðun lengur, and then it becomes something bigger. heldur verður það eitthvað sem er kannski ennþá stórvægilegra en það. So these are not dramatic moments in our lives mostly that shape who we are. Svo þetta er ekki stórfenglegir, mikilvægir viðburðir sem móta eða ákveða hverju við erum. I remember a story that my dad told me Ég man eftir sögu sem pabbi minn sagði mér about olives. Olives. Olives, ólífur. Do you like olives? Kanntu að meta ólífur? Who likes olives? Já. Is there anybody who doesn't? Eitthvað sem bara hata ólífur? My dad told the story when he was traveling and first time saw olives. Og pabbi sagði mér sögu, hann fór fyrsta skipti sem hann fór og sá ólífur. In Estonia, olives don't grow there. Og þetta í Estlandi þá vaks ekki ólífur. So he stepped into a shop to buy something just to eat on the go. Og hann fer inn í búð og bara til þess að kaupa eitthvað til þess að hafa með sér þegar hann var á ferðalaginu. And he saw this jar of olives. Og hann sér þennan krukku af ólífum. And he didn't know what these are. Og hann gerði sér ekki grein fyrir hvað þetta var. But he bought them. Hann keypti þetta. And when he opened it and took the first olive, Og svo þegar hann opnaði krukkuna og tók fyrstu ólífuna, it tasted horrible to him. þá var hræðilegt bragð. But he was from that breed of people En hann var í þeim meðal þeirra sem eftirfarandi. who said that, if I paid my own money for it, Hann sagði, ef ég er búinn að borga fyrir þetta, I have to eat it. þá verð ég að borða þetta. So he ate the whole jar. Svo hann borðaði alla krukkuna, kláraði alveg krukkuna. And he said that when he finished the jar, Og þegar hann sagði, eftir hann hafi búinn að klára að borða úr allir krukkunni, by that time he quite liked olives og þá already. endaði hann með að bara kunni vel að meta ólífur. And I remember I didn't like olives. Og ég man vel eftir að ég kunni ekki að meta ólífur. But I thought about my father's story. En ég mundi eftir þessari sögu hans pappa, I thought that if it happened to him, og ég hugsaði, ef það gerist hjá honum, it can happen to me as well. að þá getur það gerst í mínu tilviki líka. So I just kept eating olives Svo ég hélt áfram að borða ólífur, until I started liking them. þangað til að ég kunni að meta þær. And now I like them. Og nú finnst mér það bara góðar. I haven't done that with everything that I don't like. Þetta er ekki tilfelli með alla hluti sem ég kann ekki að meta. So slowly, something can, love can follow what you return to. Að það getur verið þannig að ástin, hún tengist áfram smám saman því sem þú ert að leggja áherslu á, ert að gera. What we keep returning to Og það sem við höldum áfram að koma aftur og aftur, becomes part of me. það getur orðið hluti af mér. Jesus is describing something like that, Og Jesús að lýsa einhverju á þann hátt, but deeper. en samt á djúpstæðari hátt. So when he said that where your treasure is, then Það what? segir það sem, Then what is where your treasure is? það sem fjársjóðin er. Hvað er það sem er fjársjóðin? Your love,
also follows. að Yeah. það getur verið að kærleikurinn, ástin, So, stefni að þessum hlut sem fjársjóðurinn. so this opens the words around this, what he also said. Svo að það líkur upp þessum hugsunum hér When he, orð said, það sem Jesús segir. when he said that do not store up treasures on earth, Hann sem segir ekki hlaða upp fjársjóðum á jörðu. or when he said that the eye is the lamp of the body, Það sem segir að augað lampi líkamanns. or when he said that you cannot serve both God and money. Það sem segir þú getur ekki bæði þjónað mammon og Guði. This is all one teaching. Þetta þetta allt sama fræðslan. A human life is always doing three things. Í lífinu þá alltaf þrír hlutir sem við erum að taka áherslu á. It is storing something up. Að það að hlaða einhverju upp, safna einhverju saman. Yeah, I mean, we have lived here less than 2 years, Við höfum búið hér á Íslandi bara innan við 2 ár. but it is already very difficult to move us away because we have so many more things. Svo að það samt erfitt fyrir að færa okkur á annan stað því að við erum búin að safna svo mörgu saman. I remember when we went to England to college years ago, Ég man þegar við fórum til Englands í háskóla fyrir nokkrum árum. we had one suitcase with us, Þá vorum við með eina ferðartösku. and when we moved back home in 3 years, En svo þegar við fórum tilbaka 3 árum setna, it was a big van full of stuff. þá þurftum við að hafa heilan flutningabíl með okkur. So human being is always storing something up. Mannveran þannig, við erum alltaf að safna einhverju saman. So the second thing, Svo, human life is always giving attention to something. í öðru lagi, mannveran alltaf að beina athyglinni að einhverju sérstöku. And the third thing, Og þriðja atriði, it is always serving something. og hún líka alltaf að þjóna einhverju. It is always oriented, Alltaf að stefna að einhverju sérstöku. always moving, Alltaf á ferð. always giving weight to something, Eitthvað að leggja áherslu á eitthvað. always walking a path. Alltaf að ganga þennan stíg. So now the question emerges Og svo það að spurningin vaknar when we read this Jesus one sentence. þegar við lesum þessa einu setningu frá It Jesú says, hér. for where your treasure is, there your heart will be also. Að það sem fjársjóðin þar mun hjarta þitt vera líka. And this question that arises is not imposed. Og þessi spurning sem kemur fram hérna, hún ekki eitthvað sem lögð á okkur. But it is unavoidable. En það bara spurning sem ekki hægt að komast hjá. It says, where is this path leading me? Það spurningin, þessi slóði sem ég að fara, vegferðin, hvert leiðir hann mig? And not in theory, Og ekki bara fræðilega séð, in the small things. í smáatriðunum. What are the things I return to? Hvað það sem ég endurtök og gera aftur og aftur? What do I give my attention to? Hvað það sem ég beini athygli minni að? What I keep coming back to? Hvað það sem ég stöðulega kem að aftur og aftur? Because if Jesus is right, Því að ef Jesús hefur rétt að standa, then my heart is already on the way there too. að þá hjarta mitt nú þegar á þeirri leið, þeirri vegferð, nú þegar. My heart is already being shaped. Og hjarta mitt mótað nú þegar. And that's why Jesus is not beginning by saying, Þess vegna byrjar Jesús ekki á því að segja, change your heart. Umbreyttu hjarta þínu. But he says, seek first the kingdom. Nei, heldur segir hann, leitaðu fyrst til ríkisins. He says, place your life there. Og lifðu og láttu líf þitt vera þar, á þeim stað. Begin there. Hefstu handa þar. Walk there. Farðu þar. Because the path you walk Því að vegferðin, slóðin sem þú gengur, is shaping what you love. að móta það sem þér finnst gott And he says, in time, your heart will follow. Og með tímanum, þá mun hjarta þitt fylgja þér.
For where your treasure is, því að það sem fjársjóðin there your heart will be also. þar mun hjartað þitt vera einnig. Amen. Amen. Takk fyrir. Thank you, Pastor Ivo, for that wonderful sermon. Takk fyrir þessa góðu ræðu, Ivo. Our closing hymn now will be taken from number 311. Og loka sálmurinn nummer 311. Legðu mitt höfuð. Yes. Shall we stand and sing it? Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you
and be gracious to you. The Lord lift up his countenance on you and give you peace. Amen. Before we close, I would want to acknowledge some visitors who just joined the service. Og ég ætla að taka hérna, leggja beina athygli að gestum sem eru komnir hérna. Unfortunately, I couldn't capture your name, so you can just give us a wave. Ég hérna hef Yeah. ekki nafn ykkar. Let's say amen to them, church. Verið þið hjertanlega velkomin. All right, so we are at the bottom of the service and we are having lunch in that narrow way. Við erum að, Make sure you pass through the narrow way, not the big way. við erum að koma að lokum So then- athafnarinnar en ég ætla að bjóða ykkur að fara hérna mjóu götuna í staðin fyrir að fara út breiðu götuna. The Af því að narrow við way, ætlum að fá okkur að borða hérna eftir. the narrow way will lead us to a big party. Og það hérna leiðir okkur að mikilli veislu sem hérna fyrir austan okkur, vestan. Let us all socialize over there. Við komið hérna. Now, the big thank you goes to the Almighty God for being with us. Mikla þakkir fara til föður okkar á himni And to Pastor Ivo for that wonderful sermon. og fyrir prest Ivo sem gaf okkur þessa fallegu ræðu. And to me for being the coordinator. Og líka það að ég var að reyna að leiða hér. And to Pastor Eric for the translation. Og fyrir þýðinguna. To Angelica Og Angelica fyrir að spila fyrir okkur. for that angelic presentation on the piano. Og fallega leikið á píanóð. And to Mr. Gumi and the team behind welcoming visitors over there. Og Guðmundur og Gunnar sem tóku við okkur hérna. To the team up there who were making sure that we are seeing everything on the screen. Og teimið þarna upp á lofti sem hjálpaði okkur með hátalarkerfið og fyrir það að senda þetta út. To the little ones behind there who just join us, they don't even care about anything, but we thank them for joining us. Unga fólki þarna alveg á aftasta bekk sem kannski bara naut þess að fá að vera með okkur. Lastly, to you Og að lokum for joining the öll service. þið sem hafi komið og verið með okkur hér í dag. The Lord bless you Guð blessi ykkur till we meet again. þar til við sjáumst að nýju. Amen. Amen.